Góðan daginn. Í dag haldinn 57. fundur sveitastjórnar Múlaþings. Hann haldinn í fundarsal sveitastjórnar að Lyngási 12, Egilsstöðum. Í dag miðvikudagurinn 12. mars 2025 og fundurinn hefst núna 3 mínútur yfir 1 og ég ætla að setja fundinn. Fyrir fundinum í dag eru 22 mál og við ætlum að byrja á máli nr. 1, ársreikningur Múlaþings 2024. Björn Ingimásson, fráfarandi sveitarstjóri, ætlar að leggja hér fram til fyrri umræðu ársreikning Múlaþings fyrir árið 2024. Ég ætla að gefa Birni orðið. Forseti og gott fundar fólk. Ég ætla nú að fara yfir nokkra stærðir og ársreikningi Múlaþings fyrir árið 2024 sem hér til fyrri umræðu í sveitarstjórn. Ég mun ekki fara ítarlega yfir niðurstöður en vísa til ársreikningsins sem birtu verður á heimasíðu sveitarfélagsins ásamt fréttatilkynningu í framhaldi af fundi sveitarstjórnar hér í dag. Rekstrarafkoma Múlaþings árið 2024 var jákvæð 921 milljón króna samkvæmt samstæðureikningi sveitarfélagsins en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir tæplega 266 milljón króna rekstrarafgangi. Rekstrarafkoma A-hluta var jákvæð 271 milljón króna en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 300 milljón króna rekstrarhalla. Jákvæðari rekstrar niðurstaða en áætlun gerði ráð fyrir skýrist að mestu leyti af slitum skólaskrifstofu Austurlands en eignarhlutur sveitarfélagsins sem færist til tekna í A-hluta undir óvenjulegum liðum nam tæpum 511 milljónum. Rekstur fyrir fjármagnsliði og afskriftir í A-hluta og samstæðu A- og B-hluta var hins vegar töluvert betri en gert var ráð fyrir í samþykktir fjárhagsáætlun sem og veltufé frá rekstri. Þannig var framlegð í A-hluta tæpum 100 milljónum yfir því sem áætlun gerir ráð fyrir og í samstæðu A- og B-hluta rúmum 180 milljónum. Framlegðarhlutfall í A-hluta var tæp 7,3% samanborið við rúm 5,5% árið 2023 og í samstæðu A- og B-hluta nam framlegðarhlutfall í tæpum 15,7% samanborið við tæp 14,5% árið áður. Fræðslu og uppeldismál eru langstærsti málflokkurinn en til hans runnu 4 miljardar og 228 milljónir króna nettó á árinu 2024. Komið fram í 28. Eða 53% af skatttekjum sem hækkun tæpar 434 milljónir króna frá árinu áður. Til félagsþjónustu var veitt 999 milljónir króna sem hækkun 113 milljónir króna frá árinu áður og eru þar meðtalið málefni fatlaðs fólks sem sveitarfélagið hefur sinnt frá og með árinu 2011. Æskulýðs- og íþróttamál eru þriðja stærsta verkefni sveitarfélagsins en til þeirra mála var varið 886 milljónum króna. Hækkun á milli ára nam tæpum 147 milljónum króna. Til umferðar og samgöngumála var varið 570 milljónum króna og var hækkun á milli ára rúmar 166 milljónir. Fjárfestingar samkvæmt samstæðureikningi Múlaþings námu 1 miljardi og 133 milljónum króna á árinu 2024 en þar af námu fjárfestingar Eignasjóðs 554 milljónum. Og vega þar þyngst nýframkvæmdir gatna, gangstétta, gangstíga, auk ofanflóða varna á Seyðisfirði. Fjárfestingar B-hluta námu 579 milljónum og þar voru þyngst fjárfestingar Veitna og Hafna Múlaþings. Skuldir og skuldbindingar samstæðu A- og B-hluta námu í árslok 2024 13 miljörðum og 375 milljónum króna og lækka 291 miljón frá árinu 2023. Skuldaviðmið samkvæmt reglugerðum fjárhagsleg viðmið fyrir samstæðureikninga A- og B-hluta 91% í árslok 2024 en skal samkvæmt sveitarstjórnarlögum vera að hámarki 150%. Skuldaviðmið árið 2023 var 105%. Veltufé frá rekstri í samstæðu nam á árinu 2024 1 miljardi og 975 milljónir króna sem yfir því fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Og veltufé frá rekstri í A-hluta nam 1 miljardi og 99 milljónir króna sem vel yfir því sem gert var ráð fyrir í samþykkti fjárhagsáætlun og vegur þar þyngst hluti sveitarfélagsins í skólaskrifstofu Austurlands sem ekki var gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Til samanburðar nam veltufé frá rekstri A-hluta 483 milljónum króna í árslok 2023. Heildartekjur sveitarfélagsins jukust á milli ára
í A-hluta 11,1% og í samstæðu 11,4%. Heildar rekstrargjöld jukust að sjálfsögðu einnig en þó ekki jafn mikið. Í A-hluta var aukning rekstrarkostnaðar 9% og í samstæðu 9,8%. Þetta var til þess að framlegð sveitarfélagsins hækkaði á milli ára og ber því að fagna. Í þessu sambandi rétt að rifja upp þá langtíma sýn sem varðandi rekstur sveitarfélagsins kom fram unnin var 10 ára áætlun fyrir sameinað sveitarfélag í sameiningaferlinu. Samkvæmt þeirri áætlun var gert ráð fyrir því að framlegð í A-hluta yrði 8% 2024 og 15% í samstæðu. Miðað við þau markmið þarna voru mótuð þá held ég óhætt sé að segja að vel hefur tekist til að haga rekstri og efnahag Múlaþings í samræmi við það. Ég vil enn einu sinni árétta þá sýn mína að sveitarfélagið Múlaþing þeim gæðum búið sé horft til fjölbreytileika, atvinnulífs, þróunarmöguleika, náttúruauðlinda, menningar og mannauðs að ég sannfærður að okkur muni farnast vel til framtíðar. Leið við þakka bæði kjörnum fulltrúum og starfsfólki sveitarfélagsins fyrir gott og gefandi samstarf á liðnu ári og í gegnum árin. Þá legg ég hér með ársreikning Múlaþings fyrir árið 2024 fram til fyrri umræðu. Takk fyrir mig. Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu og Berglind Harpa Svavarsdóttir Sveinsson fulltrúar óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, góði fundamenn. Já, ég vil endilega koma hérna upp undir þessum lið varðandi ásetningin. En mig langar að byrja á að þakka Birni Ingimarssyni, fráfarandi sveitarstjóra, fyrir hans síðustu yfirferð núna yfir ásetning Múlaþings og nota tækifæri líka að þakka innilega fyrir hans mikilvæga framlag hér og sem byrjaði náttúrulega sem bæjarstjóri og Fljótsdalshéraði árið 2010 og svo hann auðvitað, við erum hérna sveitarfélag Múlaþing og hann náttúrulega búinn að vera kletturinn okkar í gegnum sameiningaferlið og til þessa dags. Og lýkur hér störfum í vikunni og við munum halda honum kveðjuveislu á eftir, honum til heiðurs og seinni í dag og ræðurnar verða þar fleiri og lengri. Ég lofa því. En snúum okkur að ársreikningnum. Varðandi ársreikningin, eins og kom fram hjá Birni, að þá náttúrulega viðsnúningur á rekstrarniðurstöðu sveitarfélagsins á milli ára. Rekstrarhalli A-hluta var náttúrulega árið 2023 523 milljónir en í dag rekstrarniðurstaða jákvæð 270 milljónir þannig að þetta heilmikil breyting 750 milljónir til hins betra í A-hluta en auðvitað inn í þessum tölum það óregluleg liður sem svona einskiptis aðgerð sem kemur þarna inn. Það salan á skólaskrifstofu Austurlands. Í þeim potti þá átti sveitarfélagið 70% í rauninni af fjármagni og við fengum þar 510 milljónir sem snýr náttúrulega við efnahagnum sveitarfélagsins náttúrulega til hins betra í þetta skipti. En það hefur samt eins og varðandi framlegðina þessi einskiptis aðgerð hefur ekki áhrif á framlegð sveitarfélagsins og hún heldur betur á uppleið og hefur hækkað úr 5,5% í 7,3% og þar þessar 510 milljónir ekki inni þannig að við erum á uppleið varðandi reksturinn. Og í samstæðunni þá fór framleiðin úr 14,5% í 15,7% sem í rauninni áætlaði á góðum stað og við verðum að vera þar. En bara minnast rétt á, ég ætla ekki að fara inn einar ítarlegar upplýsingar en svo náttúrulega eins og maður talar alltaf hér í ásetning, maður hefur verið að ræða verðbólguna. Hún hefur verið okkur dýr og hefur síðustu ár verið, okkar sveitarfélagi sem og öðrum einstaklingum og fyrirtækjum mjög erfið en hún fer hratt lækkandi og eins og áhrifin hafa verið hér í gegnum tíðina hvert prósentustig sem umfram áætlun hjá okkur, það kostar okkur 50 milljónir. En í ár, eða fyrir 2024 þá var áætlun, verðbólgu áætlun hjá okkur var 5,6% og raunverðbólgan var ekki langt frá, hún var 5,8%. Þannig að því ber að fagna og hún áætluð lækkandi strax líka á næsta ári og í okkar áætlunum það held ég 3,8% sem við miðum við.
Þannig að maður vonar að það haldist. En ég ætla ekkert að fara frekar í niðurstöður ársreikningsins en eins og Björn Ingimarsson hefur farið hér yfir og þetta er viðsnúningur og við þurfum að halda því áfram að bæta reksturinn og bæta framleiðina, auka tekjurnar og skila góðri þjónustu og rekstri hérna sveitarfélagsins. Þannig að ég þakka fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, annað gott fundafólk. Þessi ársreikningur er komin saman og mann er svona léttir alltaf þegar hann er komin saman og ekki síst þegar hann kemur svona vel út eins og núna en eins og sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa benti hérna áðan að þá er það dálítið svona með þennan, svo maður kannski aðeins fara að létta nátur, með þennan meiri hluta í sveitarstjórn að mér finnst það stundum vera eins og í Andrésar andablöðunum eins og hábeinn heppni. Og við hinn kannski þá eins og Andrés Önd, ég veit það ekki, en þetta var náttúrulega mikill lottóvinningur í sjálfu sig. Því er ekki að neita að þessi óreglulega liður með uppgjöri skólaskrifstofunar upp á 510 milljónir sem gjör breytir raunin niðurstöðunni í þetta eina skipti. Þannig að ég svona vil skerpa kutan eins og maður segir með það að halda áfram að ganga ekki hratt í gegnum gleðina dyr og halda áfram að standa á tánum vegna þess að þetta gerist ekki á næsta ári og ef við tökum þennan lið út að þá er nú kannski ástandið ekkert alltaf gott. Það er gott kannski miðað við mörg önnur sveitarfélög en við þurfum að standa á tánum áfram og það eru vissulega að hlaðast upp ákveðin svona óveðurský að við væntanlega munum horfa upp á aukningu útgjöldum vegna kjarasamninga á næsta ári. Þannig ég eiginlega bara komið hérna upp til þess að bara minna menn á sko að við þurfum að standa á tánum og við þurfum að nýta hvert tækifæri til þess að fyrst og fremst að halda niðri kostnaði vegna þess að tekjuhliðina er bara tiltölulega erfitt að eiga við. Við höfum takmarkaða úrræði þar til þess að auka tekjurnar. Þannig að ég ætla bara að skerpa þetta en bara ánægður með niðurstöðuna, hvernig hún er og ég ætla að nýta tækifæri hérna af því að Björn er í síðast skipti að þakka honum fyrir og sérstaklega kannski með ársreikningin vegna þess að Björn er einn af svona stóru kostum hversu talnaglöggur fjármálamaður hann er og þess hefur þetta sveitarfélag notið og fljóstalsérað áður í mörg ár og ég held að hafi margt farið á verri veg hefum við ekki haft hann við stjórnvölinn. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki, þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn samþykkir að vísa ársreikningi Múlaþings 2024 til seinni umræðu í byggðarráði og sveitarstjórn. Þeir sem samþykkir það réttu pönd. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið númer 2. Aðalskipulag Múlaþings 2025 til 2045. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 10. mars 2025 varðandi aðalskipulag Múlaþings 2025 til 2045. Fyrir sveitarstjórn liggur tillaga á vinnslustigi að nýju aðalskipulagi Múlaþings 2025 til 2045. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að fyrirliggjandi vinnslutillaga vegna nýs aðalskipulags Múlaþings 2025 til 2045 verði kynnt í skipulagsgátt og á íbúafundum í samræmi við 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga. Og ég ætla að biðja fyrsta forsetum að taka við stjórn fundarins þar sem forseti hyggst taka til máls. Jónína Brynjólfsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Forseti og annað gott fundafólk. Ég vildi bara koma hér upp sem formaður umhverfis- og framkvæmdaráðs og fylgja eftir aðalskipulagi Múlaþings sem núna liggur fyrir okkur hér í sveitarstjórn. Ég ætla ekki að hafa kannski mjög langt mál það. Frá sameiningu sveitarfélagana var ekki farið í þessa vinnu fyrir en núna að afloknum síðustu sveitarstjórnarkosningum. Þessi vinna er búin að vera lengi í gangi og er áætlað að taka í raun og veru upphaflega tímalínan sagði fram að áramótum 2025 og við skulum sjá hvort hún haldi en við náum sennilega að klára nýtt aðalskipulag fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar.
sem verða í maí á næsta ári. Þetta er gríðarlega mikil vinna. Við erum með landstórt sveitafélag og það er að ýmsu að hyggja. Við erum með margar stefnur sem að hafa áhrif á okkar skipulag. Við erum með landsskipulagstefnu og við erum með svæðisskipulag Austurlands og fleiri. Við erum með hinar ýmsu skilgreiningar sem við þurfum að fylla upp í og svara. Það þarf til dæmis að flokka landbúnaðarland og það þarf að fara við vegi náttúru Íslands. Við erum síðan með þéttbýlisdrætti og sveitafélagauppdrætti. Við erum með skilmála aðalskipulagi og lýsingu líka bara á stefnu sveitafélagsins. Allt þetta verður kynnt á komandi vikum á íbúafundum. Einnig verður gerð upptaka af sama efni og kynnt verður á íbúafundunum þannig að þeir sem komast ekki á íbúafundi hafi sama aðgengi að upplýsingum og verður á íbúafundunum. Við kjörnir fulltrúar munum vera viðstödd á þessum fundum, taka við ábendingum og við hvetjum að sjálfsögðu íbúa til þess að koma með ábendingar á auglýsingartíma tillögunnar inn á skipulagsgátt.is, þar er hægt að senda inn athugasemdir og það eru auðvitað fullt af hlutum þannig inn í svona stóra aðalskipulagi sem er svona ofboðslega viðtækt. Það er bara fullt af hlutum sem að við viljum gjarnan að íbúar skoði og sendi okkur upplýsingar og ábendingar um. Þetta er mikil vinna og ég held að sé bara mjög mikilvægt að við hrósum starfsmönnum á sviðinu fyrir þeirra miklu og góðu vinnu í þessu og þau hafa staðið sig ofboðslega vel. Umhverfis- og framkvæmdaráð er aðalskipulagsnefndin og hefur verið að vinna þetta hjá sér og ég reikna með að færa þetta þá líka bara áfram meira í fangið í framhaldinu af þessari vinnslutillögu. Ég bara reikna með að það skoði einhverja tillögu og móðgast strax við okkur og þá biður fólk bara um að setja sína athugasemdir inn í skipulagsgáttina. Við erum náttúrulega að reyna að fá fram réttustu myndina og í þessu aðalskipulagi þá verður það sett fram stafrænt sem verður mikil þróun fyrir okkur þegar nær dregur og í framhaldinu væri það hægt að endurskoða hluta aðalskipulaga eða auðveldara fyrir okkur að fara í aðalskipulagsbreytingar í framhaldinu að þessu nýja aðalskipulagi. En með gögnum þessa fundar inn á heimasíðunni koma öll þau gögn sem liggja fyrir sveitastjórn, þannig að ég hvet alla þá sem eru sérstaklega áhugasamir að kíkja á þessi gögn. Þau eru fjölmörg og þau eru umsvifamikil og ég bara hlakka til að eiga samtal við íbúa á komandi vikum og mánuðum og vonast til þess að við varum komin hér með metnaðarfullt og framsýnt aðalskipulag fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar. Takk. Jónína Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs. Já. Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, annað gott fundafólk. Ég var nú einhvern veginn þegar það var farið út í þessa vegferð að farið út í þetta aðalskipulag þá greiddi ég atkvæði gegn því sveitarstjórn þegar það byrjaði og á þeim forsendum að ég treysti ekki núandi mér að hluta til þess að fara út í það. Það var nú gert svona í bara slæmri kannski reynslu frá mínum bæjardyrum séð, það er að segja þegar þetta blessaða leiðavalsmál frá jarðgöngum var í deiglunni. Ég held að vera svolítið jákvæðari núna vegna þess að mér finnst samtalið hafa breyst. Það hefur breyst til hins betra og menn eru farnir að taka samtalið á milli minni hluta og allavega minnsti hluta og meiri hluta og mér finnst það bara mjög gott vegna þess að þetta er rosalega mikilvægt mál að aðalskipulag takist vel og ég geti svo sem staðið hér í allan dag og talað uppdrættina og hver þessi vegur fer og svo framvegis en mér langar samt að koma að þessu mikilvægi að aðalskipulag í þéttbýliskjörnum að það takist vel vegna þess að þetta er ekki bara skipulagsmál heldur líka atvinnumál og kannski ekki síst hér í miðjunni á Egilsstöðum og kannski flóknasti kjarninn er einmitt hérna í miðjunni á Egilsstöðum, það segir sig sjálft, það koma alla leiðir inn og þetta er svona að öðrum ólöstuðum að þá er mjög mikilvægt að hér takist vel til. Mér sýnist bara ágætlega hafa tekist til á hinum þéttbýliskjörnunum og Djúpavogi til dæmis bara mjög fínt þar sem menn gera meira þess að ráð fyrir atvinnusvæði uppið gatnamót afleggjarans niður í bæ og við sem sagt þjóðveginn. Mér finnst það góð hugmynd
Mér finnst góð að röksemdi fyrir því að gera það ekki of stórt til þess að draga ekki miðbæinn út úr Djúpavogi, þannig að það hefur verið hugsað bara vel fyrir mjög mörgum hlutum í þessu aðalskipulagi. Það er hins vegar sko sem er mitt hjartansmál og ég er ekkit með einn æsing út af því að mér finnst ýmislegt svona spurningamerki við skipulagi hérna í kringum Egilsstaði, það er að segja þessa miðju. Ég hins vegar fagna því mjög að sko það er úrtöluðu raddir sem hafa verið í gangi í sambandi við uppbyggingu íbúðasvæðis og suðursvæðis. Það er virðast vera þagnaðar og ég held að það sé bara skynsemi allara sem hefur komið þar til og kannski ný gögn og bara svo ég nefni það sem dæmi að það gróum við M-listamenn eða vara maður okkar í umhverfisframkvæmdaráði þá gróf hann upp úr skúffu einhvers staðar athugun sem var gerð fyrir sveitafélagið 2017 með jarðvegsdýpt. Það hefur verið svo mýta að það væri svo djúpt þarna suður frá þegar það væri færi sunnar að þetta færi bara grunnarnir eruðu alveg bara niður til afsakjumir og bara niður til helvítis. En það var gerð könnun á þessu svæði 2017 og verkið vann ágætis skýrslu það og ég hvet fólk til þess að skoða hana vegna þess að sú skýrsla hún róaði mig og ég held hún hafi róað aðra líka vegna þess að jarðvegsdýpt þarna á þessu svæði, merkilegt nokk, er bara ekkert svo mikil. Hún er svona jafnaði 2-3 metrar. Það dýpsta er einhvers staðar 5 metrar. Þannig að þarna erum við með nægt byggingaland, væntanlega til ég veit ekki hvað, næstu 10-20 ára fyrir íbúðasvæði og þess vegna höfum við ráðrúm til þess að ræða betur svæði sem er skipulagt núna á aðalskipulagi á Eyvindarártúni fyrir utan Eyvindará, hvernig menn ætla að tengja það inn í núverandi byggð með líka þjóðvegum, Borgarfjarðarvegi og svo framvegis og ég held að það sé ágætvegs að við þurfum að taka þá umræðu vel og það er ekki komið nein niðurstaða með Lagarfljótsbrúna sem spila rosalega inn í þetta líka hvernig þetta harmonerar saman. Það eru settar hérna núna einhverja 2 brýr yfir Eyvindarána, önnur alveg út úr flugvöll og hinn við hvað hann heiti gatan hérna það sem kemur í land við Hesthúsahverfið það sem var, skiptir ekki öllu máli en ég held að þurfa að fara betur yfir þessu og ég svona finn vilja til þess að menn vilji taka á þessu með skynsemi. Enda eins og ég held ég móðgengan eins og forseti sagði hér ekki alls fyrir löngu og myndi okkur á að aðalskipulag er ekki meitlað í stein. Það má breyta því og laga það til. En ég vildi svona koma að þessu og milda kannski mína umræðu þetta aðeins vegna þess að ég tel það ofar öllu að við förum ekki í pólitískar skotgrafir með aðalskipulag heldur beitum því sem að þoru nú alla nefna vegna þess að einn ákveðin maður í Bandaríkjunum hefur tekið sér það orð förum fram með skynsemi og já, það er svona það sem ég vildi koma á framfæri hér því fyrsta en stendur í mér náttúrulega það stendur í mér þetta leiðaval vegna þess að ég tel ennþá svo afstæð hefur ekkert breyst svo að maður skilji það að leiðavalsmál stendur í mér og mér finnst eiginlega vandamáli við valið eins og það stendur núna endurspeglast í þessum tillögum. Þarna og svo bara ljúki máli mín með það, þarna gert ráð fyrir að Borgarfjarðarvegur komi yfir á brú við flugvöll og ég fór bara að hugsa að býtu Borgarfjarðarvegur við brú við flugvöll. Akkur þarf að taka Borgarfjarðarumferðina einhvað þangað niður eftir núna vegna þess að þessi brú mikla sem átti að koma á norðurleið var náttúrulega til þess að taka þessa þungatrafík sem er frá Seyðisfirði. Umferðin frá Borgarfirði allavega enn sem komið er lítil og útýraði þannig að ég sé svo sem bara eiginlega enga tilgang með því að fara að breyta einhverju þar. Núna, ef svo fram heldur að vegurinn frá göngum fari þarna sunnan við bæ sem ég er áfram ósáttur við en ég lifi við það. Takk fyrir. Frosti Jónsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Eyþór Stefánsson, gjör svo vel. Já, frú forseti og aðrir fundarmenn.
byrja bara að segja að það er mjög flott vinna sem hefur verið lögð í þetta og starfsmenn eiga hróskilið fyrir hana. Bara maður fyllist aðdáun á sumum verkefnunum sem hafa verið innan þarna, hvað þau hafa verið gerð vel. Ég nú bara með eina stutta fyrirspurn sem ég held að sé rétt að beina til formanns umhverfis- og framkvæmdaraðs. Aðeins með smá vangaveltu sem spratt upp hjá mér í gær. Við vorum á kynningafundi aðalskipulagið í gær og þar vorum við allavega sá sem hér stendur, þó ég hefði ef til vill átt að vera búin að sjá það eitthvað fyrr í ferlinu, þá var ég að sjá það í fyrsta skipti að bara þéttbýlis hvað heitir þetta nú? Þéttbýlis uppdrætti, já, takk. Og ég sakna, eða þá fór ég aðeins að hugsa, til dæmis í tilfelli Borgarfjarðar, þá var búið að setja þarna, koma fyrir á einum stað einhverju hugmynd að því að þetta vera sumarhúsabyggð, eða nei, ekki sumarhúsabyggð, heldur svona smærri hús eða sem sagt. Og þetta hefur ekki fengið neina umfjöllun til dæmis í heimastjórn eða bara neitt. Ég bara allavega umræða svona á Borgarfirði til dæmis þennan blett hefur bara alveg farið fram hjá mér og svona langaði mig aðeins að spyrja kannski bara ferlið sem framundan í þessu vegna þess að sko aðkoma heimastjórna hingað til að þessu hefur, sko segja, hún hefur verið minniháttar. Við fengum vissulega fund með með þeim sem búin að vera að vinna þessu skipulagi. En sem sagt, sá fundur var mjög afmörkuð viðfangsefni á dagskrá þess fundar. Þannig að heimastjórnar voru aldrei búin að fá þetta eitthvað svona á sitt borð og ræða þetta eitthvað heildstætt eða bara sína þéttbýlis uppdrætti til dæmis. Þannig að, og sko í samþykktum stjórn Múlaþings þá stendur sko að heimastjórnar eigi að veita umsagnir aðalskipulagsbreytingar, en það er spurning hvort að þetta flokki sem aðalskipulagsbreyting þegar hún taka heildstætt nýtt aðalskipulag. Þannig að já, mér langaði kannski bara að biðja formann umhverfis- og framkvæmdaráðs að fara kannski aðeins í ferlið sem framundan og hvort aðkoma heimastjórnarna verði þá einhver á seinni stigum málsins. Takk. Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu og Jónína Brynjarsdóttir kemur til svara. Gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti og annað gott fundafólk. Ég ætlaði bara að vera ósammála Eyþór því að það hafi ekki farið fyrir heimastjórnir. Ég get ekki betur síðan þetta hafi farið fyrir heimastjórn Borgarfjarðar á fundi hér númer 43, 9. janúar. Aðalskipulag, það var líka fyrri fundi. Það var búið að fara inn í 5. desember. Var farið inn á fundi heimastjórnar. Eyþór Stefánsson var ekki á þeim fundi. Það þannig að við höfum kynnt þetta inn í heimastjórnunum og átt samtal sérstaklega hvað varðar þéttbýlisuppdrættina. Og það alveg rétt hjá Eyþór að það ekki alltaf gott átt að sagði hvort að beiðni breytingar á þéttbýlisuppdrætti séu að koma beint héðan eða þaðan eða hvort það umræði í samfélaginu. Umræði í samfélagi á Seyðisfirði hefur verið með því móti að það hafa einhverjir þar kallað eftir því að á Seyðisfirði verði gert ráð fyrir einhvers konar smá hýsabyggð. Myndi til dæmis geta hýst starfsmenn ferðaþjónustuaðila og jafnvel brottflutta sem vilja eiga pínlítið athvarf. Þetta samkvæmt lögum ekki hægt en skipulagsfulltrúi hér hefur bent á það. Mögulega geti þetta verið áhugavert meistarverkefni fyrir einhvern nema kanna með hvað móti sé hægt að koma við. Það sem ég reikna með að á íbúafundunum komi bæði heimastjórnarfulltrúar og aðrir áhugasamir og ég reikna með því að mesta umræðan fari í þéttbýliskostin. Mér finnst það bara langlíklegast að eins og Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi bendir réttilega á, auðvitað það gríðarlega mikilvægt, sérstaklega hvernig þéttbýlin okkar munu þróast og þótt það sé ekki meitlað í steina, að þá samt að fólk sé í samtímanum sammála það hvernig við sjáum fyrir okkur næstu skref, 5, 10, mögulega 15, 20 árin, en við getum endurskoðað aðalskipulagið og aðalskipulagsbreytingar munu alltaf koma inn þótt að nýtt aðalskipulag taki gildi. Ég held að sé ekkert því til fyrirstöðu að ræða bara alla mögulega og ómögulega hluti. Við erum núna á þeim tímapunkti að ræða þá. Þegar þetta verður tekið fyrir að vinnslutillögu lokinni og að kynningartíma loknum og þegar við erum búin að vinna úr öllum athugasemdum,
þá það bara að verða of seint. Þannig að ég held að sé að gera að koma bara fram með allar þær hugmyndir og pælingar og velta því upp hvað hægt að gera og hvernig best að gera það. Og við vitum að það verði ekki allir sammála það. En það bara mikilvægt að það komi bara fram í dagsljósið og komi upp á borðið allt sem við viljum adressa og allt það sem við teljum að sé bara annarkvort tækifæri eða jafnvel ógnanir fyrir okkar samfélag. Þannig að þótt að þú hafir ekki verið á þessum fundi 5. desember og fengið þessa yfirgripsmiklu kynningu sem að þá var, að þá hefur samtalið við heimastjórnin verið gott og ég reikna með því að þegar það verður búið að fá allar athugasemdir inn og það verið að vinna úr þeim, þá verði þá svolítið heimastjórnana að skera á einhver álitamál. Ég ekkert endilega vissum umhverfis- og framkvæmdaráð vilji vera það ráð sem tekur á einhverjum álitamálum, sérstaklega kannski sem snúa þéttbýliskortum staðana, sko. Það voðalega gott að geta að vísa því til heimastjórnana og vera einhver dómsaðili í því. Og það auðvitað þannig að við leggjum mikla áherslu á það að samtalið sé gott og þetta sé unnið af heilhug. Þetta varðar framtíð sveitarfélagsins langt frá það að við sem sitjum hér verðum hér, skilja, við vitum ekkert hverju verða hér einu svona eftir ár, sko. Eftir ár, en eftir 1,5 ár. Þannig að þú veist, við verðum alltaf að hugsa starra heldur en bara okkur þá sem sitja við borðið hér og nú, sko. Þannig að ég ætla að vona að ég hafi svarað nægilega, ef ekki verið sveitarstjórnarfulltrúi bara vísa annarri spurningu aftur. Takk fyrir. Jóna Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu, fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs undir þessu lið. Svo ekki, Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað hundafólk. Ég veit eiginlega ekki hvað ég sagði hérna í pontu á þaðan því að já, ég veit að þetta hefur farið fyrir heimastjórnar. Ég satt víst á þessum fundi 5. desember, samkvæmt fundargerð í það minnsta. Fyrsta aðkoman var að skipulagslýsingi var kynnt heimastjórnum. Svo var þessi kynning sem ég vísaði í þarna 5. Þá fylgdi með sem fundargagn dagskrá fundarins og það var mjög afmarkað hvað var verið að spyrja heimastjórn að á þeim fundi. Við fengum ekki heildstæða, enda örugglega bara ekki tímabært eða sko bara verkefni komið á þann stað að það hefði verið hægt á þeim tímapunkti. Og það allt í lagi. Ég ekkert reiður, en ég bara get ekki, það ekki hægt að búa sér til einhvern stráman hérna í pontu og ætlast til þess að sko, ég ekkert reiður og ferlið búið að vera gott og fínt. Ég bara að velta því upp hvernig aðkoma heimastjórnar verður síðan til framtíðar. Ég veit ekki til þess að ég hafi mistað fyrir einasta fundi aðskipulagið í heimastjórn. En bottom line, sko, ferlið bara búið að vera ágætt og fínt. Ég ekkert reiður eða brjálaður. Finnst bara svona vangaveltuna virði hver aðkoma heimastjórn á að vera að til dæmis þeir eru verið að búa til þéttbýlis uppdrætti sem í minningu hefur ekki verið kynntar fyrir heimastjórn. Og það það bara allt í besta mála að taka það bara inn í þessu ferli núna. Takk. Eyþór Stefánsson hefur lokið máli sínu og Jóna Brynjarsdóttir kemur til svara. Gjörðu svo vel. Forseti, fundafólk. Ég nú bara með samanburða því ég sjálf með heimastjórn og formar heimastjórnar á Seyðisfirði. Þar komu fulltrúar af skipulagssviði inn og það var fabúlerað með þéttbýlismörkin fram og tilbaka og við gáum okkur góðan og langan tíma í það og ég held mér að ég hafi fundið hérna í lýsingu á einhverjum fundi þar sem að farið og til sem kemur fram í texta að fjallast hafi verið þéttbýlismörk til dæmis. Þannig að ég held að það hafi alveg verið, en ég vil bara ítreka það að ég reikna með því að þegar að lengra verður haldið í skipulagsferlinu þá verður mjög mikilvægt að heimastjórnirnar komi með afgerandi niðurstöðu varðandi þéttbýlisuppdrættina. Það ekkert endilega eitthvað mál sem ég tel að sé einvörðu umhverfis- og framkvæmdaráðs, heldur það mjög mikið með heimastjórnirnar að gera. En við okkur umhverfis- og framkvæmdaráð náttúrulega svona fagráðið og tekur svona almennt faglega á því ef það eitthvað svona vafaatriði sem við teljum kannski bara ekki framkvæmanleg.
En sko, það samt líka bara mikilvægt að heimastjórnarfulltrúar séu bara mæti og séu upplýstir og þess vegna kannski bara, ég ætla bara að ítreka annað aftur, þetta rosa mikið af gögnum og upplýsingum og skjölum sem við þurfum bara að vera duglega að kynna okkur að lesa og bara vera duglega að tala saman ef eitthvað Og ég hlakka til þeirra vinnu með ykkur. Takk. Takk fyrir, Jóna Brynjólfsdóttir hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem vilja kveðja sig hljóðs undir þessu lið. Svo Ívar Karl Hafliðason, gjörðu svo vel. Frú forstæðan fyrir fólk. Ég hef komið upp bara til þess að hvetja fólk til að kynna sér þetta vel. Fyrst er þetta þéttbýlisuppeldið sem kannski munu taka svona kannski stærstaðan hluta af því sem við þurfum að gera en inn í þessu líka ákveðnu breytingar sem snerta dreifbýli líka. Og ég hvet sérstaklega fólk sem telur sig að hagsmuna sérstaklega flokkun vega. Það eitthvað sem er verið að gera núna að skrá og flokka slóða sem töluvert mikið til af og þá bara nauðsynlegt að landeigendur spái því hvort þeirra slóðar séu inni og hvernig menn vil útfæra það. Og það svona ýmislegt snertir á dreifbýlinu, breytingar á skilyrðum með aðalskipulaginu varðandi fjölda húsa og annað á lögbýlum, breytingar á skógræktarskilyrðum og það ýmislegt og ég held að það sé bara mjög mikilvægt ef þetta á að heppnast vel hjá okkur að íbúar svona kynni sér þetta og skoða þetta og lesa þetta. Og mér finnst bara gögnin sem bara vinna eins og við komum fram mjög flott og rauninni vonandi bara fáum við einhver aðstoð í þetta því að mér svo mikið að við vinnum þetta ekki hvort síðan það nefndum eða kjörnum fulltrúa í einhverju tómi, þetta unnið með íbúan. Takk. Ívar Karl Hafliðason hefur lokið máli sínu, fleiri sem vilja kveðja sig hljóðs undir þessu lið. Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti annað gott fundafólk. Við erum eitthvað málglaður í dag en var það ekki Shakespeare sem sagði að vera eða vera ekki. Var Eyþór á fundin eða var hann ekki á fundin? Þannig að svo þetta sé komið aðeins á heimspekilega nótur. En sko ef ég gríp nú sveitarstjórnarfulltrúa Ívar hér á lofti með að vinna þetta með íbúanum, það nefnilegast að það sem að mér finnst rosalega mikilvægt og nú verða þessir íbúafundir vonandi einhvern næstu mánaðamót og ég bara velti fyrir mér hvernig fáum við íbúana á þennan fund vegna þess að það hefur nú oft vilja bruna við þegar sko að fólk ræðir þetta miklum hita og þunga heima í kaffistofu og í eldhúsum en svo þegar kemur að fundarboði að þá mæta fáir og ég vildi óska þess að menn tækju sér tíma af því þetta nú opinn fundur og hessu sér úr sófanum þetta kvöld sem þetta verður í hverju byggðarlagi og mættu á þennan fund en ég ætla kannski að beina þessari kannski ekki fyrirspurn en svona ábendingu til forseta umhverfis og framkvæmdaráðs. Jú, það í sjálfsög fyrirspurn. Hvernig við hyggjumst, ég held hún hljóta að vera sammála mér það sé mikilvægt að fá sem flesta á þessu fundi. Hvernig við getum hámarkað það. Eigum við að gera þetta bara eins og venjulega með einhverju einföldum auglýsingum eða eigum að fara einhverja nýja leiðir, berjast fyrir því á samfélagsmiðlum að fólk mæti að vekja svona, fara að kynda umræðuna aðeins í ganga á samfélagsmiðlum og vera duglega við það og þá bara við öll þess vegna sko. Þannig að það er svona kannski fyrirspurning til hennar. Ívar talaði aðeins flokkunum á slóðunum og því og það er vel og það er líka annað sem að vildi beina til þá almennings og ekki síst bænda í þessu samfélagi okkar vegna þetta er allavega bara allt sveitafélag töluvert mikið landbúnaðar hérað og því miður hefur landbúnaðar sérstaklega hér á Fljótsdalshéraði átt undir högg að sækja að nú í nýjum skipulagslögum kveðið á það að ræktarland skuli veita sérstaklega athygli í því skyni að reyna að vernda það við skipulag og ég held að það sé því fyrir þá stétt bændur ekki síst mikilvægt að mæta á þessa fundi, ekki bara okkur sem búa í þéttbýlinu og nota bene í
plaggi sem núna liggur fyrir þá er búið að greina þetta ræktarland mjög flott á korti og fleiru. Ég var reyndar svolítið hissa að sjá hvaða í rauninni gott ræktarland lítið, svona svo erfitt að sjá þetta svona stóru korti hvað lítið, en það náttúrulega bara segir okkur ekki að ræktarlandið lítið, heldur hvað sveitafélagið okkar hrikalega landstórt. Þannig að það eiginlega hverfur í stærðina þar. En eftir stendur þessi fyrirspurn til formannsins hvernig við getum hámarkað þáttöku í þessar umræðu, ég held að hún sé alveg gríðarlega mikilvæg núna. Frosti Jónsson hefur lokið máli sínu, Jóna Brynjarsdóttir kemur til svara. Forseti, alveg gott funda fólk. Ég vil bara þakka kærlega fyrir spurninguna frá sveitarstjórnarfulltrúa Þresti Jónssoni. Ég held að sé ekkert endilega, það er ekki búin að negla niður hvernig þetta verði auglýst eða kynnt. Mér skilst að við séum að horfa á seinni hluta mars, byrjun apríl með íbúafundina. Ég veit að einhverja heimastjórnir eru að horfa til þess að hafa einhverja fundi. Heimastjórnar kannski fer það saman að einhverju leyti hjá einhverjum heimastjórnum. Ég skal ekki segja til það. Sennilega ekki hjá öllum. Ég held að sé bara mjög mikilvægt að við beitum öllum tiltækum ráðum, notum samfélagsmiðla, notum eitthvað til að kýtla sínum þéttbýliskortin, förum yfir helstu skilmála, hvað varðar dreifbýlið, fréttir hjá sveitarfélaginu, reyna að koma sér í fjölmiðla og fjallum þetta þar, það væri bara mjög sterkt og ég held að sé mjög góð ábyrgð hjá sveitarstjórnarfulltrúa Þresti Jónssyni að það er mikilvægt að fólk til sveita mæti einnig af því að við erum að reyna að hafa skilmálana í skipulaginu með því móti að styrkja byggð í þéttbýli eins mikið og við mögulega getum. Ég sagði þéttbýli, já ég meinti dreifbýli til sveita. Við erum að reyna að hafa svona ágætlega víða skilmála til sveita þannig að það sé hægt að vinna sem mest og það að sannarlega eiginlega bara svekkelsi að sjá hvað við erum með lítið gott ræktunarland en það sem við getum þó gert í þessu skipulagi að skilgreina það, hér gott ræktunarland og það má ekki fara með það á hvern máta sem Við erum líka með fullt af, já það nú kannski einleið sem við getum fengið, það nefnilega búið að samþykkja frístundabyggðir hér út allt og var gert í síðasta skipulagi og við ætlum að taka á því og þeim verður fækkað þannig að það frístundabyggðir sem ekki eru farnar af stað, hafa ekki verið byggðar upp og ekkert verið gert með annað heldur en það var áformað við síðustu aðalskipulagsgerð að það detta sjálfkrafa út nema fólk óski sérstaklega eftir að halda þeim inni. Kannski það eitthvað svoleiðis atriði sem að geta aðeins strítt fólki. Ég held annars að samtalið okkar og manna á milli mögulega væri bara gott að prenta þetta út og fara og labba á milli skrifstofa og setja þetta á borðið og skilja þetta eftir og sjá hvað fólki finnst. Það var einhver leið. Ég held að væri bara mjög gott að við bara tökum höndu saman og ég þykk bara allar góðar ábendingar og hugmyndir hvað það varðar að reyna að tryggja sem mesta íbúaþátttöku á þessum fundum. Takk fyrir. Jóna Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu, fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs undir þessu leið. Svo ekki þá fel ég forseta aftur stjórnfundarins. Takk fyrir það. Ef ekki fleiri kveðja sér hljóðs og þá skulum taka tillöguna til afgreiðslu. Ég las hann upp hér áðan. Gera grein fyrir atkvæði, ekki svo vel. Forseti annað, gott fundu fólk, ég veit þetta orðið alveg ágætt af Þresti Jónssyni í dag en ég fer að þagna en sko mér svolítið vanda á höndum hvernig ég var að greiða atkvæði fyrir þessu vegna að ég uppálega greiddi atkvæði gegn því að það væri farið í þessa tillögu eins og ég reifaði hérna áðan. Ég hins vegar lít svo á að það sé kannski að breyta svolítið aðstæði svona í samtalinu og þar að auki tel ég bara gríðarlega mikilvægt að þetta mikilvæga mál fari í umræðu. Hvort sem það eru á grundvelli þessarar bókuna núna eða bara opinni umræðu yfir höfuð. Og svona þess vegna velti ég þessu mikið fyrir mér á koddanum í gær og sofnaði út frá þessu og ég held ég hafi sofnað út frá að ég ætla bara að lenda á miðjunni, að ég ætla að sitja hjá. En það ekki þar með sagt að ég sé eitthvað á móti því að þessari bókun heldur það að ég ósáttur ennþá við þetta leiðaval sem skipti gríðarlega miklu máli frá göngum og svona en vil jafnframt að þetta komist í umræðinu því að það kemst þá líka þetta leiðarvalsmál í umræðinu þá líka þannig að það bara ágætt. En svona bara til að lýsa afstöðu minni og leggja áherslu á það þá ætla ég að velja að sitja hjá. Takk.
Trausti Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi hefur gert grein fyrir atkvæði sínum. Ég ætla þó að taka málið til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna réttu upp hönd. Það er samþykkt með 10 atkvæðum og einhver sem situr hjá, einn sem situr hjá. Við höldum það áfram í mál nr. 3, umferðaröryggisáætlun Múlaþings. Fyrir liggur bókun frá fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs dagsett 17. febrúar 2025 varðandi umferðaröryggisáætlun Múlaþings. Með áætluninni er sett fram heildarsýn umferðaröryggismál í sveitarfélaginu en einnig er með henni mótuð aðgerðaráætlun sem er liður í því að fækka slysum og auka lífsgæði íbúa Múlaþings sem og annarra sem ferðast sveitarfélagið. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi umferðaröryggismáláætlun Múlaþings og felur sveitarstjóra að sjá til þess að hún verði birt og kynnt á miðlum sveitarfélagsins. Og ég ætla að opna mælendaskránum til þessum lið ef einhverju vilja taka til máls. Og ef enginn hyggst taka til máls þá tek ég tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða Helgi Linur. Já. Þá erum við komin í mál nr. 4, fæðisgjöld í leikskóla Múlaþings. Fyrir liggur bókun frá fundi fjölskylduráðs dagsett 4. mars 2025 varðandi fæðisgjöld í leikskóla Múlaþings. Uppfærð gjaldskrár samræmir fyrri gjaldskrár vegna fæðiskostnaðar leikskólabarna. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundurum. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi gjaldskrá vegna fæðis í leikskóla Múlaþings og felur sveitarstjóra birtana. Gildistaka þessara gjaldskrá er frá og með 1. ágúst 2025. Ég ætla að opna mælendaskrán til þessum lið ef einhver vilja taka til máls. Svo er ekki þó tekið tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þó komin í lið nr. 5, málstefna. Fyrir liggur bókun frá fundi byggðarráðs dagsett 4. mars 2025 varðandi málstefnu fyrir Múlaþing sem unnin er í samræmi við 130. grein sveitarstjórnarlaga. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundunum. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi málstefnu Múlaþings. Ég ætla að opna mælendaskránum til þessum lið ef einhver vilja taka til máls. Svo er ekki þó tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta réttu upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við erum þá, samþykkt með 10 atkvæðum. Má sjá hendur aftur. 10 atkvæði. Einhver sem situr hjá. Einn sem situr hjá. Við erum þá komin í lið nr. 6. Samstarfssamningur byggðarsamlag Minjasafn Austurlands. Fyrir liggur bókun frá fundi byggðarráðs dagsett 4. mars 2025 varðandi samningum úrgöngu Fljótsdalshrepps og Minjasafni Austurlands BS auk nýrra samþykkta fyrir Minjasafn Austurlands. Sveitarstjórn og eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi drög að samningi milli Múlaþings og Fljótsdalshrepps varðandi breytt rekstrar og eignafyrirkomulag á Minjasafni Austurlands með athugasemdum sem framkoma í fundagerð sveitarstjórnar Fljótsdalshrepps frá 4. mars 2025. Og ég ætla að opna mælendaskránum til þessum lið og einhver vilja taka til máls. Svo er ekki þó tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið nr. 7, snjóhreinsun og öxi. Fyrir liggur bókun frá heimastöð Djúpavogs dagsett 7. mars 2025 þar sem skorað er á sveitarstjórn Múlaþings að þrýst verði á að færa Axarveg af G-reglu yfir á F-reglu þannig að verði 2 fastir ruðningsdagar í viku yfir vetrarmánuðina. Einnig þarf að ráðast í framkvæmdir við uppbyggingu á veginum án tafar. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn samþykkir að senda beiðni á ráðherra samgöngu og sveitarstjórnarmála að tryggja vegagerðinni þá fjármuni sem þarf til að færa Axarveg af G-reglu yfir á F-reglu. Þannig að það verði 2 fastir ruðningsdagar í viku yfir vetrarmánuðina. Einnig samþykkir sveitarstjórn að senda beiðni á vegagerðina að færa Axarveg af G-reglu yfir á F-reglu. Sveitarstjórn hvetur einnig ráðherra til að taka framkvæmdir við Axarveg af lista yfir PPP-verkefni og setja fjármuni í gerð vegarins á næstu samgönguáætlun. Og ég ætla að opna mælendaskránum til þessum lið ef einhverju vilja taka til máls. Gjör svo vel. Guðný Lára Guðrúnardóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, ætlar að taka til máls. Já, takk. Já, ég ætla bara að koma upp til að fylgja þessu erindi að þessu hlaði. En sem sagt, við í heimastjórnin á Djúpavogi leggjum til að Axarvegur verði færður á F-reglu vegagerðarinnar þannig að hann yrði þá þjónustaður að hámarki 2 í viku allan veturinn þegar veður og vindar leyfa. En með þessari tilfærslu Axarvegar á snjómokstursreglum vegagerðarinnar væri hægt að halda veginum nokkuð færum allt árið kring með tilheyrandi þægindum fyrir alla þá sem kjósa þennan vegakafla. Snjólétt hefur verið í vetur og í árferði sem þessu ætti það jafnvel að vera hagstæðara fyrir vegagerðina að halda veginum opnum með því að þjónust hann 2 daga vikunnar heldur en að lokum svona eins og fyrirkomulagið hefur verið með tilheyrandi kostnaði við opnun vegarins þegar G-reglu tímabilið gefur grænt ljós. Ég ætla að fagna þessari góðbókun hérna og minna
í leiðinni á að núna eru 16 ár leiðin síðan Vegagerðin boðaði að framkvæmdir við nýjan aksaveg skyldu hefjast. Vonum nú bara að það verði ekki 16 í viðbót. Eins má maður til með að nefna þau öryggissjónarmið sem liggja hérna að baki. Nú hefur Suðurfjarðavegi ítrekað verið lokað undanfarið enda stórhættulegu vegur og var honum lokað í miðri rauðri viðvörun daginn og var þá heppni að snjólétt var á Öxi, svo hægt var að beina umferð þangað. Ástand vegakerfisins í þessu landi er til hábornar skammar og þolir enga frekari bið. En með þessari litlu tilfærslu sem við leggjum til hérna, þá ætti jafnvel ekki að kosta neitt aukalega, væri einu litlu skrefin á því áttina að svona örlítið greiðari samgöngum svona í bili. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Guðný Lára Guðrúnardóttir er lokið málsinu. Fleiri sem vilja taka til málsins til þessum leið. Ívar Karl Hafliðason, gjörðu svo vel. Frú forseti, funda fólk. Við höfum það rætt málefni aksa mjög oft hér á þessum vettvangi og svo lítið breyst en við berum það vonu í hjarta að menn fari í það að koma þessu framkvæmda stað. Það er verið að bjóða tönnun og brúm annað, menn hljóta alltaf klára það að fara að koma þessu og ef menn fari þá ekki í þessum heilstæða framkvæmda, menn fari þá allavega að vinna þetta í svona minni skömmtum. Ég fór að ganni og kíkti umferð.is sem er svona umferðargátt Vegagerðarinnar og síðust það hefur verið svona 200 bílar sem hafa farið Öxina, 218 í gær og það hefur töluvert meiri umferð núna þessa dagana Öxi heldur Suðurfjarðaveg fyrir streyti. Það velja með sér frekar að keyra þetta yfir Öxina sem ég svona, þó hef ekki farið nýla, ég mynda mér að sé nú svona passlega holótt og svona erfið og svona kannski sleppu við drullum meðan ennþá svona frosinn. En það segir bara hvað það er þessi mikla stytting hefur mikið að segja að menn velja sér það mun frekar að fara þessa leið og létta þar endi líka á Suðurfjarðaveginum sem klálega þarf að fara í er svona orðin komið þar ára sem svona náðast allt annað vegakerfi. En ég held að sé bara ágætt við höldum við á lofti að það er gríðarlega þjóðs og hagkvæmt að fara í þessa uppbygging Öxi og með betri vegi sæði mér því ekki til fyrirstu að þessi vegur var náttúrulega án þjónustu á veturnar því að þessi staðir sem það er að þjónustu núna, þessi snjósafnast í, eru staðir sem eru einfaldlega bara mjög erfiðir og með uppbyggðum vegi væri þörf á þjónustu miklu minni og ég held að sé bara þannig að það var nú gaman svona að mér að skoða Öxi er þá vegarkafli Íslandi sem er gríðarlega hættulegur, það er gríðarlega hægraðið á honum, mikil stytting. Það er mjög erfitt að finna þann kafla á Íslandi sem getur stytt eins marga kílómetra með eins lítli vegagerð. Þannig ég vona bara að svona málefni aksa komi betur á dagskrá. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason er lokið málsinu. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum leið. Svo er ekki, þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna réttu pönt. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í liði fundagerða. Við ætlum núna að taka fyrir fundagerðir heimastjórna. Hér er að ræða lið númer 8, 9, 10 og 11. Og hér er að ræða fundagerð heimastjórn Borgarfjarðar númer 57, fundagerð heimastjórn Djúpavogs númer 58, fundagerð heimastjórn Fljótsdalshéraðs númer 56, fundagerð heimastjórn Seyðisfjarðar númer 54. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið og ég minni fólk á að tiltaka bæði í hvaða fundagerð og hvaða lið í hvaða fundagerð fólk er að tala Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Frú forseti og aðrir fundamenn, þetta er dagskrárliður 8 á þessum fundi, heimastjórn Borgarfjarðar og það er undir liður 6. Gjaldtaka í Hafnarhólma. Mér langaði aðeins að upplýsa stöðu þess máls hér því að þetta hljóma nú kannski kunnulegt stef að gjaldtaka eigi að hefjast í sumar. Það hefur verið sagt áður. Það er svo að í upphafi þessa máls þá var mjög, held ég megi segja, ríkur vilji heimastjórnarna sem hefur verið að vasast í þessu að freista þess að þetta gæti verið frjáls framlög. Hins vegar hefur sú tilraun leitt í ljós að það er ekkert nálægt þeim væntingum sem menn höfðu með það. Í kjölfarið var verið að skoða þá ætlum við að fara að hefja
gjaldtöku þarna sem ekki valkvæð lengur og þá var sem sagt spurningin hvort menn ætluðu að rukka per haus upp í hólma eða að rukka á bílastæðinu hvert farartæki og þá talaði bílastæðagjöld. Það hins vegar algjörlega ljóst eða snemmi í ferlinu var talað það að það væri ekki heimilt að rukka bílastæðagjöld. Það mætti bara ekki vegna þess að bílastæðið hefði fengið fé úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða. Þá mátti það ekki, þannig að sá option var ekkert skoðaður sem svo sannarlega mikið auðveldar í útfærslu heldur en að rukka beint upp í hólma. Hins vegar hefur það sem hefur gerst núna þegar tíminn líður, bæði hefur bara svona viðmótið gagnvart svona gjöldum sem eru tekin á bílastæði breyst og þetta farið að þykja eðlilegra en líka að þetta eru þá stefnan sem sagt núna að rukka þjónustugjald í gegnum svona myndavélakerfi á hvern bíl og það hefur kost og galla en það sem sagt stærsti kosturinn að það mjög svona frekar auðvelt að láta þetta raungerast. Hitt talsvert flóknara varðandi að þú ætlar að rukka upp í hólma og ætlar að útbúa einhvers konar aðstöðu eða hlið eða einhverja móttöku í hólman. Þú þurftir ef til vill að vera með starfsmenn sem væru þá að taka við miðum eða hvernig það væri. Þannig að það alveg ljóst að rukka þjónustugjald á bílastæði miklu auðveldara í framkvæmd. Þótt að ég persónulega reikni með því að þá verði innkoman aðeins rýrari en ella. En það kannski bara ásættanlegt. Já, þá hef ég bara lokið máli mínu, langaði bara að benda ykkur á þetta. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson lokið máli sínu, næstur pontur Eva Karl Hafliðason, gjörðu svo vel. Frú forseti, hann fundið fólk, svona í framhaldi af ræðu og erindi sveitarstjórnarfulltrúar Eyþórs Stefánssonar varðandi, ef ekki segja, tekjum möguleika á fyrir ferðamannastöðum, að þá held ég að sé bara svo rétt hjá hann, sko, við fórum í gegnum svona með Fljótsdalshrepp inn í ákveðin svona ferli í gegnum Hengifoss inn í Fljótsdal, þess að við byggðum þjónustús. Það hafði sveitarfélagið vitað því að sækja ekki styrki fyrir bílastæði en gerði það eigin kostnað og rukka þá bílastæðagjöld. Kostur það að þetta mjög einfalt yfirsetningu og krefstur enga viðvörun en starfsmanna neitt. Og ef þú ætlar að vera með viðvörun starfsmanns, eingöngu að rukka, þá hefur þú bara ekkert út úr. Og það kannski svona punkturinn í þessu. Ég held að, og það bara hellinga aðeins sem bjóð upp á þessi kerfi, þau eru mjög einföld og reynsla þar hefur verið bara mjög góð. Þau eru gengið mjög vel. Og svona þess að tala bílastæðið við Hafnarhólinn náttúrulega finnst mér samt alveg á mörkum þess að vera þannig að maður geti livsverið rukka fyrir það bílastæðagjöld. Ómálbyggað, svona malastæði, ómerkt. Það kannski svona líka ef maður ætlar að vera í bílastæðagjöldum að þá skiptir máli að þetta svona lítur aldrei vel út. Og það hefur alveg sýnt sig, það gríðarlegur greiðsluvilji hjá ferðamönnum að borga fyrir það sem eru þá flottir staðir og góða þjónustuna. Þeim sjá ekkert eftir því og finnst það bara eðlilegt að það sé ekki frítt að labba inn í kannski flotta þjónustumiðstöðvar eða labba á uppbyggðum göngustígum og allt þetta. En það svona það sem, spurning bara hvert þú koma undan eftir. En ég alveg sammála, þetta ekki bara þarna, sveitarfélög á marga staði og ekki bara sveitarfélög, líka bara einstaklingar og aðrir sem eru með svona staði. Að menn eru ofta að velta því fyrir sig hvernig ætla menn að raunni, ekki endra til þess að græða á þessum stöðum peninga, þetta er bara til að eiga þó allan að standa ekki upp með ákveðin kostnað við það að eiga staði. Með okkur til þess Foss sem mikið stoppa hjá, menn þurfa að vera það með ruslatunnur og annað því að það er ekkert hægt annað. Ef þú ert með einhvern staði sem fleiri stoppa og ert ekki með ruslunum neitt, þá fyllist bara alltaf ruslu og drasli. Og það spurning á þá landeigendana að bera þann kostnað. Eða sveitarfélagið, það er alveg eðlilegt, við getum einhvern ekki gert neitt, en við þurfum einhvern það er eðlilegt að maður myndir svona láta einhvern rekna til að reka bara svæði sem slíkt, sko. Og ég held að bara okkur fyrir sveitarfélagið væri alltaf að fara að velta því fyrir okkur. Við erum til dæmis byggjum núna töluverðan áningarstað við Bjólfinn. Ég veit ekki hvernig menn hafa hugsað að hafa bara pening þar í viðhald á mannvirkjum.
og ég held að það sé bara ágætt að þetta er ekki bara Heimastjórn borgarfjarðar sem er að díla við þetta og þessi kom svona aðeins út af, en ég held að það sé bara ágætt að við veltum fyrir ykkur svona til framtíðar hvernig ætlum við að ég held að við höfum öll metnaði það að áningarstaðirnir okkar líti vel út og upplifun þeirra sem það sækja sé góð og þá er bara spurning hvernig við ætlum að fjármagna. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur lokið málsinu. Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, óskar eftir að taka til máls. Já, frú forseti og annað hundafólk örstutt, ansvar, vonandi örstutt, það verður að taka eitt alveg skýrt fram vegna þess að það er ekki verið að fara að rukka bílastæðagjöld og þetta heita ekki bílastæðagjöld og það er búið að kenna mér það núna mjög mikið að það má ekki tala um bílastæðagjöld, þetta er þjónustugjald og fyrir þjónustan sem við erum að rukka fyrir eru innviðir sem veita aðgengi að hólmanum, það er rannsóknir og fræðslu á lundanum, það er aðgengi að salernum og í framtíðinni aðgengi að sýningu á 3. hæð Hafnarhússins og aðgengi að húsinu og svo ertu með bílastæðið og þetta er eitt flækjustigið vegna þess að Íslendingum er það tamt þegar er verið að rukka bílastæðagjöld að það er rukkað eftir hvað bíllinn tekur marga fermetra en við erum að reyna að finna einhver útfærsla á þessu þannig að þetta er í rauninni svona per haus í bíl sem er svolítið flókið í útfærslu af því að þetta snýst massan af fólki sem er að koma þá er sanngjarnara að þau greiði svona nálægt í jafn mikið per haus kannski með einhverjum hópafslætti og það er svolítið erfitt að setja einhver verð til dæmis að það kemur rúta hvað ætlar að rukka rútu fer það eftir hvort það eru 50 farþegir eða 20 eða en fermetramagni sem að rútan tekur á bílastæðinu er ekki svo mikill munur á því Var þetta ekki stutt? Mjög stutt. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur lokið málsinu. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir liðum fundargerða heimastjórna? Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, annað gott fundafólk. Ég ætla nú ekki í bílastæðagjöld eða ekki bílastæðagjöld, komið aftur að þess að vera ekki. En ég er að fara hér í heimastjórn Fljótsdalshéraðs. Það er 5. liður atvinnuláðir í þéttbýlinu á Fljótsdalshéraði. Og ég get nú ekki farið inn í þennan texta nema að lesa bókun heimastjórnar og hvað máli snýst. Þannig að með leyfi forseta þá hljómar þetta þannig í fundargerð heimastjórnar. Farið yfir stöðumála varðandi atvinnulóðir í þéttbýlinu á Fljótsdalshéraði. Á fundinn undir þessu lið mæti Sóley Valdimarsdóttir verkefnastjóri skipulagsmála. Eftirfarandi bókun lögð fram. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs beinir því til umhverfis- og framkvæmdaráðs að gætt verði að því að aðalskipulagi fyrir Múlaþing að gert verði ráð fyrir nægu framboði fyrir atvinnu- og iðnaðarlóðir í þéttbýlinu á Egilsstöðum. Þannig hljómar þetta. Og ég svona aðeins kváði yfir þessu vegna það er talað þéttbýlinu, í innganginn þéttbýlið á Fljótsdalshéraði sem er þá stótt sig Egilsstaðir, Fellabæjar, Eiðar, Hallormsstaður. En bókunin kveður þétt á Egilsstöðum og áður en að ég ber fram kannski fyrirspurn til formanns heimastjórnar í Fljótsdalshéraði. Nú langar mig aðeins að fara yfir stöðu mála með iðnaðarsvæðin á Egilsstöðum, það er að segja austan Lagarfljótsbrúar. Og við vorum að ræða aðalskipulagi hérna áðan og það er vel að þar er inn á skipulagi mjög stórt svæði, hvað segir maður, norðan Eyvindarár. Upp við Spennustöð, það svæði sem að við í M-listanum höfum verið að benda mjög sterkt á og ekki síst í tengslum við þessa blessuðu norðurleið sem maður má nú alla nefna. En þarna er svæði og ég hef, skal alveg játa það, ég hef töluvert þetta svæði inn í mínu ráði, byggðaráði en við litlar undirtektir og vandamálið hér á Egilsstöðum er kannski það að austan
fljóts þá eigum við á sveitafélagi í rauninni ekkert land sem hendar undir iðnaðarsvæði, mjög lítið. Og það er þetta svæði, það er líka á skipulagi gert ráð fyrir stækkun núverandi iðnaðarsvæði sem við erum nú með þennan fund á í rauninni til þá suður eða suðausturs yfir svo kallaða Löngutjörn. Sennilega svolítið erfitt svæði vegna þess að þarna er djúpt eins og hver maður getur sagt sér sjálfur vegna þess að þarna er bara tjörn. Botnlaust dýki og ég veit ekki, hef ekki hugmynd hver afstaða landeiganda er þarna til sölu. Ég hins vegar veit að fyrir utan Eyvindará vilja menn gera hvað sem er til þess að koma svæðinu að stað, þar að segja landeigandur. Og ég hef verið að velta svolítið fyrir mér þetta með það að sveitafélagið eigi land sem það fer inn á með uppbyggingu í. Það hefur verið nánasta reglan hingað til. Við erum hins vegar að reka okkur á og höfum rekið okkur illilega á það í síðasta ári að land er bara orðið það dýrt að sveitafélagið er bara ekkert að fara að kaupa land nema einhverju mjög takmörkuðu magni. Þannig að ég bara spyr þessar spurningar, erum við kannski bara að horfast í augu við breytta tíma þar sem að sveitafélagi kaupir ekki landi heldur fer í samstarf við landeigendur sem það vilja að skipuleggja slík svæði, deiluskipuleggja rukka gagnaðgerða gjöld og svo framvegis en landeigandinn í rauninni sér aðra hluti, svona, hvað maður segja, svona business-wise. Þannig að ég spyr þeirra spurningar bara í ljósi þess, alveg á því hvaða skoðun menn hafa á því hvort að sveitafélag eigi að eiga landið þar sem iðnaðarsvæði rísa eða ekki. Erum við ekki bara hreinlega tilneigð til þess að fara að horfa til þess? En fyrirspurnin kannski til formanns heimastjórnar er einmitt þessi, það er í rauninni bókunin hvort ég misskilji hana nokkuð, það er að segja að það var farið yfir stöðu mála í þéttbýlinu við Fljótsdalshérað og ég les út úr því að í rauninni á fundinum hafi komið fram einhver gögn eða einhver umræða sem segir einfallega það þarf að athuga þetta betur á Egilsstöðum, það er að segja austan Fljóts. Misskil ég það? Ef ég misskil það ekki að hvað sér formaður heimastjórnar fyrir sér í þessum málum og kannski með tilliti til þess sem ég hef sagt þessi tvö skipulögðu svæði sem að koma inn á skipulag núna. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson hefur lokið máli sínu, má bjóða formanni að koma til svara strax eða þá kemur formaður heimastjórnar Fljótsdalshéraðs, Vilhjálmur Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti og fundamenn, þetta er alveg rétt hjá Trausti, við fórum yfir sveitarstjórnarfulltrúi og Trausti, við fórum yfir svona stöðuna hvað varðar atvinnulóðirnar, það kannski blandast inn í þetta umræða bara almennt atvinnulóðirnar beggja vegna Fljóts og það sem er inn í því og þetta er held ég bara ágætis umræða að vekja máls að þessu menn eru ekki endilega bundnir af landi í eigu sveitafélags, þetta kunna vera tækifæri fyrir aðra landeigendur að rúma þetta en svona umfjöllunin í heimastjórninni var á þá lund að það þurfi að styrkja framboð á atvinnulóðum megin, semst Egilsstaða megin líka, við erum með svæði í Fellabænum núna það sem er framboð og lóðir sem hafa ekki gengið út og ég held að bara er alveg rétt þessi bara víða umræða lóðir eða atvinnusvæði utan Eyvindarár. Þannig þetta var svona bara víðtæk umræða og við getum sagt svona ábending inn í þessa vinnu við aðalskipulagið. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur lokið sínum svörum, Ívar Karl Hafleðsson hefur óskað eftir að taka þetta mál, gjörðu svo vel. Frá fastanefndu fólk, þetta er liður 10, heimastjórn Fljótsdalshérað liður 5, sami liður og sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson kom inn á. En það er alveg ljóst að við höfum, allar við sem erum með meira, velt þessu fyrir okkur dálítinn tíma, hvar eigum við möguleika í aukinni atvinnuuppbyggingu. Við erum með skipulagðar lóðir í kringum iðnaðarsvæðið í Fellabæ. Það hentar klálega ekki öllum. Við höfum líka verið að velta fyrir okkur
það skipulagssvæði sem eigum hérna söður og austra núverandi svæði sem skipulagt. Það til dæmis skipulagt bæði í söður og líka í austur hérna yfir, nú mann ég ekki ríkað að segja, muni hvað lækurinn heitir hérna sem við farið yfir, en það ekki hérna ekki í okkar eigu, svo það sé sagt, en það hefur alveg verið þannig að hérna við höfum gert ýmislegt. Við erum með hluta okkur lóðurum að leigulóðum yfir í Fellabæ, við höfum tekið okkur gatningar og annað og rukkað það gjöld fyrir landeigendur sem hafa viljað skipuleggja svæði. Þannig að ég held að sveita sig til í hvað sem sko, en það er kannski ég sakna vitandi að þessu svæði sem við erum talað um hérna austan við Eyvindarána, kringum spennustöðuna, að það klálega í einkaeigu og sá landeigandi, hann var mjög lengi stopp í þessum skipulagsvinnu út af veglunum sem var þarna, fekk ekki heimild til að gera neitt skipulag. Það er eitthvað sem úr sögun núna með því að þessi veglun farin og ég vona bara að sé hans vilja að fara af stað, þá endilega að fara bara að vinna í skipulagi. Ég held að við myndum alveg verið til í svona samræður nánast hvað sem varðandi verð á landi, þá það samræður að verð á landi, því að þetta er alveg spurning svo hvað verð á landi. Við höfum verið í alls konar þreifingum með verð á landi og það virðist verið orðindótt gjá á því hvað sveitarfélög hafa og eru til í að borga og hvaða landeigendur telja sig vilja fá. Þegar ljóst að þegar við seljum lóðir þá ákveðið verð á þeim, en það líka lóðir þó með innviðum, með götum, lýsingu og alls konar hlutum, og ef það eru þannig að það verð orðið lægra heldur bara landið undir, það orðið rosalega erfitt fyrir okkur. Því ég held að við vorum að tala hérna við þurftum að stækka og bæta við, ég ekki viss við náum því með því að hækka lóðaverð töluvert mikið sko. Lóðaverð í íbúðarhúsnæði okkur svona 3-4, svona 2-4% af byggingkostnaði, með þetta kannski orðið hátt í 20% Reykjavík. Ég held að við munum ekkert vera til í það að hækka hér lóðaverð. Ég frekar það að reyna að hvetja fólk til að byggja. Þannig að þetta þetta erfitt hvernig við ætlum að mæta þessu. Og að því að það líka sko eitt atvinnuhúsnæði og svona atvinnustarfsemi. Við erum líka bara kannski með hugmyndir hvort við viljum hérna vera með versluð þjónustu og alls konar þannig. Eitthvað sem rúmast kannski ekki innan miðbæjarins. Að við erum svona, þetta verður alveg í aðalskipulagsvinnu okkar töluvert verkefni að finna dálítið lausnir á þessu, hvernig við getum snúið okkur svona, hvað væri gott að gera. Að því við erum kannski bara í þeirri svona þéttleiðu vaxið töluvert og svona það komið svona ákveðnum svona, við þurfum að vera ákveðin hvernig við ætlum að reyna að hafa þetta. Að því að það náttúrulega voðalega leiðilegt að geta ekki sagt já við aðalega fengið vel að koma. Og það eru bara komnir, mínum bara töluvert svona tækifæri hjá okkur í að sækja hérna þjónustufyrirtæki, verslunarfyrirtæki og bara almennir iðnaðar líka. Og þá verðum við að vera tilbúin að bjóða þeim upp á lóðir. En ég vona bara að þeir sem eru hérna og hafa áhuga á því að skipuleggja sín svæði, að endilega hafa bara samtal í sérstaklega gerð við aðalskipulagið. Að það geti þá bara verið að við erum að tala hér landeigendur annað, þeir þurfu kannski að hafa okkur að skoða því hvað þeir vilja, bara við vorum að fara hérna við frístundabyggðir sem komið margar inn og þegar aðalskipulagið Fljótsdalshéraðs var gert þessum tíma, þá voru margir landeigendur sem notuðu tækifæri að koma inn frístundabyggðum annað á sínar jarðir sem reyndar ekki allar eru komnar neina framkvæmd. En þetta er bara mikið af það, sérstaklega þeir sem telja sig vilja skipuleggja einhvers svona byggð, koma inn í samtali við aðalskipulagið með okkur. Og ég held að bara, þetta er ekkert óyfirstíðari verkefni, við þurfum bara einhvern að íta þessu stað. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason hefur lokið málsins, fleiri sem vilja taka til máls undir liðum fundargerða heimastjórna. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, aðrir fundamenn. Ég var bara hræddur að fólk taki ekkert eftir að ég var hérna á fundunum. Það hérna samanliður. Í þessu samhengi þá náttúrulega verður eiginlega svolítið að benda á landið sem sveitarfélagið á, hvað það er að segja, sjávarmegin við Eyvindarána. Norðanmegin. Ég get ekki hérna, það er annað sem veldur mér alltaf vandræðum í umræðum áttir á héraði. Þó ég sé ættar af héraði þá mun ég aldrei samþykkja það að austur og norður standist á. Þannig að en það er búið að, fyrir óþjálfað eyra þá skilur enginn hvað var verið að ræða hérna. En allt í lagi með það. En mér finnst að við þurfum að fara að horfa miklu meira
sjávarmegin við Eyvindarána, Borgarfjarðarmegin til þess að hún skilji betur og reyna að leita leiða til að sameina þessi þéttbýli, Borgarfjörð og Egilsstaði. Nei, ég á bara við það að við eigum gríðarlega flott og gott byggingaland þarna sem og ég sé fyrir mér stækkunina í þá átt, íbúðabyggðina og að hluta til iðnaðar og þjónustu líka. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu og fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, gott fundafólk. Það svona bara í tilefni þess sem Helgi Hlynur var að tala um hérna áðan og það ætla bara að skerpa á því að ég var eingöngu að tala sem sagt iðnaðarsvæði utan ár, við höfum þá að segja fyrir ofan veg, við spennustöð. En Helgi Hlynur skautaði þarna inn á svæði fyrir neðan veg sem er núna verið að setja inn á skipulag sem íbúðabyggð og það ég tek alveg undir það, þetta er svæði sem liggur vel við sólu og svo framvegis, þarna upp í Höllanum og ofan við Eyvindarótúni. Og þarna er maður kannski komin svolítið út af málefninu sjálfu en af því að Helgi vakti máls á þessu þá hef ég svo sem ekkert á móti uppbyggingu þar en eins og ég sagði áðan hér á liðnum með skipulagi að það krefst verulegar vinnu í viðbót að útfæra það svæði og það er bara vel þekkt að þegar þú fer með íbúðasvæði sitt hvorum megin við á í svona litlu samfélagi þá flækjustigið að því mikið og jafnvel kostnaður líka. Það heyrir maður frá Selfossi, það hef ég heyrt svona gegnum söguna frá Akureyri reyndar orðin svo stórt byggðarlag núna, það er náttúrulega búið að malbygga yfir alla ána, glerána. En það var hér áður og ég man þegar ég var þar í menntaskóla þá töluðu mönnum fyrir utan glerá og innan glerá, það var bara eina sitt hvort. Einmitt út af því að þetta svona skapar ákveðin vandræði og þess vegna sem sagt áréttaði það sem ég sagði áðan, við erum ekki búið með suðursvæðið, það eru fyrir höndum uppbygging og innviðum þar, leikskóla allavega og þess vegna held ég svona miðað við íbúaþróun líka sem í skipulagsgögnunum að þá eigum við kapp nóg með það að byggja það svæði upp áður en við förum að byggja einhvað upp fyrir utan á og það gefur okkur líka tíma til þess að vanda okkur mjög vel við skipulagsvinnuna og annað þegar það kemur að svæðinu fyrir utan á varandi íbúðabyggð. En aftur, ég var að tala um iðnaðar og atvinnustarfsemi svæði fyrir það og það bara gilda aðra reglur heldur en íbúðabyggð og ég mæli með þessu svæði þarna fyrir utan á bara út af því hvernig það stendur innviðarlega, nálægt spennistöð, hugsanlega jarðvarmi stutt í hann í framtíðinni frá hitasvæðinni kringum Breiðavað og svo stutt á flugvöll og stutt, já, það er nefnilega ekki lengur stutt á höfnina menn þurfa að fara í gegnum bæinn en ég skal ekki fara út í það. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máls sínu, fleiri sem vilja taka til máls undir þessum liðum. Fundagerðir heimastjórna, svo ekki, þá eru þær fundagerðir hér lagðar fram til kynningar. Við höldum það áfram og tökum fyrir fundagerð byggðarráð Múlaþings nr. 143, 144 og 145. Hér að ræða liði 12, 13 og 14 og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liðum einhver vilja taka til máls. Svo ekki, þá eru þessar fundagerðir hér lagðar fram til kynningar. Við erum þá með næst fundagerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs nr. 140, 141 og 142. Hér að ræða liði 15, 16 og 17. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liðum ef einhver vilja taka til máls. Svo ekki, þá eru þessar fundagerðir hér lagðar fram til kynningar. Við erum þá komin í fundagerðir fjölskylduráðs nr. 125, 126 og 127. Þetta eru liðir 18, 19 og 20. Einhver sem vilja taka til máls undir þessum liðum. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel.
Forseti, annað gott fundafólk, var ég ekki að lofa því hér áðan að ég ætlaði að fara að þagna hann. Það er einhvað annað, en það er neyðin eiginlega hvatti mig til að spurja út í þetta og ég beini þessar fyrirspurn minn til varaformanns fjölskylduráðs vegna hún situr hér í sveitarstjórn. Þetta er sem sagt 127. fundur fjölskylduráð Múlaþings, liður 5. Breytingar á aðalnámskrá grunnskóla 2024 og með leyfi forseta við les þetta að lagt er fram til kynningar, það er breytingar á aðalnámskrá grunnskóla sem tóku gildi 17. október 2024 og skulu vera komna til framkvæmda við upphaf skólaárs 2025-2026. Það pífti í öryggisventlinum hjá sveitarstjórnarmanni Trausti Jónssoni þegar hann las þetta vegna þess að við sveitarstjórnarfólk höfum ekkert allt og góða reynslu af því þegar að ríkisvaldi fer að breyta lögum og reglum þar sem að sveitarfélögin eiga að framkvæma hlutina og ekkert velt sér upp úr því hvort kostnaður fyrir sveitarfélögin er að aukast og ef hann eykst þá kemur ekkert meðframlag með lagabreytingunni, þannig að þetta er svona einhvern veginn til þess að velta kostnaðan meður á okkur sveitarfélagin. Þess vegna er fyrirspurnin mín til varaformannsins hvort að fjölskylduráð hafi gert einhverja könnun eða hvort að vitað hvort að þessar breytingar sem er nú ekki stórvægilegar í aðalnámskrá muni auka kostnað hjá sveitarfélaginu vegna það er rekstraraðilinn sem tekur við þessu og hvað mikið þá eða þá á hinn veginn hvort að sé einhver umræða eða vita til þess að eigi að fylgja einhver byttlingur til sveitarfélagin til þess að standa undir þeim aukna kostnaði sem hugsanlega verður af þessu. Þannig ég var ágætt að fá smá innsýn í þetta. Takk. Já, Þröstur Jónsson Sveinsson og fulltrúi borið fram spurningu og varaformaður fjölskylduráðs Björg Eyþórsdóttir að koma til svara. Gjörðu svo vel. Já, frú forseti, gott fundafólk. Ég verð nú bara að viðurkenna það að ég er nú kannski og það allavega fór ekki fram nein umræða aukinn kostnað, það fylgdi ekki inn í umræðinni fjölskylduráði en ég verð að viðurkenna ég gerir mér ekkert alveg grein fyrir hvort og þá hversu mikils umfangs það er en bara mun bara komast að því og kanna það, ger ekki ráð fyrir því samt. Takk. Björg Eyþórsdóttir hefur lokið málsinu, eru fleiri sem vilja taka til málsinu til liðum fundargerða fjölskylduráðs. Sveitarstjórnarfulltrúi Guðrún Lára Guðrúnardóttir, gjörðu svo vel. Já, mér langaði bara að koma upp og vekja athygli á lið 1 á fundi fjölskylduráðs nr. 126 þar sem samþykktur var sameiginlegur páskaskíðapassi sem hægt er að kaupa sér og nota í Stafdal og Oddsskarði yfir páskana og mér langar að hvetja heimamenn til að notfæra sér þetta og leið að hvetja alla aðra til að kíkja til okkar í austfirsku skíðavetrarparadísina. Sveitarstjórnarfulltrúi Guðrún Lára Guðrúnardóttir hefur lokið málsinu. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum liðum? Svo er ekki, þá eru fundargerðir fjölskylduráðs hér lagðar fram til kynningar. Við erum þá komin í lið númer 21, fundargerð ungmennaráðs Múlaþings og ég ætla að mæla þetta skráðandir þeim lið. Það er enginn sem kveður sér ljós og þá er þessi fundargerð lögð hér fram til kynningar. Við erum þá komin hér í síðasta liðin, liður númer 22, skýrsla sveitarstjóra og ég ætla að gefa sveitarstjóra Dagmari Stefánsdóttir orðið, hún ætlar að fara yfir það sem hefur brunnið á henni og verkefni hennar frá síðasta sveitarstjórnarfundi. Takk fyrir það. Virðulegur forseti, ágæta fundafólk. Það er eiginlega dálítið ótrúlegt að það er núna liðinn rúmur mánuður frá því að ég tók við þessu starfi og mér finnst tíminn bara hafa gjörsamlega flogið. Það eru búin að vera fjölda mörg verkefni, fundir og ferðir sem hafa verið farnar á þessum rétt rúma mánuði. Meðal þess sem stendur upp úr nú milli funda, það eru þetta að skrifa var undir nýjan kjarasamning við kennara og þeir hafa verið samþykktir og leið og við fögnum því að nýjir samningar séu í höfn og óskum kennurum auðvitað til hamingju með samningana að þá þurfum við að horfast í augu við að þessi auknu útgjöld sem að þarf til að fjármagna samningana að þau eru ekki til staðar af því að þetta var ekki inn í fjárhagsáætlunum hjá okkur þannig að það er ákveðið verkefni framundan í því.
Það er alveg ljóst að það er hér að ræða ákveðna leiðréttingu á launum kennara en það breytir því samt ekki að þetta er umfram það sem gert var ráð fyrir í áætlunum ársins og okkar býður því það verkefni að hagræða í rekstrinum til að mæta þessum auknu útgjöldum. Og það er nú unnið að því hjá fjármálateymi Múlaþings að ná utan málið svona í heild. Nú sveitarstjóri hefur heimsótt alla byggðakjarna sveitafélagsins, Djúpavog, Seyðisfjörð, Borgarfjörð og Fellabæ en áreindar eftir að vísitera hér innanbæjar á Egilsstöðum og það verður gert núna á allra næstu dögum. Það hefur verið bara mjög gefandi að heimsækja ólíkar stofnanir og fyrirtæki í sveitafélaginu okkar og eiga uppbyggjandi samtöl við starfsfólk þessara stofnana og líka við nemendur í skólunum. Þann 18. mars þá funduðu kjörnir fulltrúar sveitarstjóri og umhverfis- og framkvæmdastjóri með fulltrúum vegagerðarinnar málefni vegakerfisins á Austurlandi og þetta var góður og upplýsandi fundur og vonandi förum við að sjá bara auknar fjárveitingar í þennan málaflokk svo hægt verða að fara hér í mikilvæg verkefni sem bíða og hafa beðið allt of lengi eins og til dæmis Fjarðarheiðargöng og Öxi, auk allra þessara smærri framkvæmda verkefna og viðhaldi vega sem að bíða einnig. Nú sveitarstjóri fór ásamt forseta bæjarstjórnar og formanni byggðarráðs til funda við fjármálaráðherra þar sem lögð var áhersla á að í nýrri fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar yrði tekið tillit til innviðaskuldar á Austurlandi og að fjármagn yrði sett í að hefja gangaframkvæmdir. Þá fundaði sveitarstjóri og formaður byggðarráðs og SSA einnig með ráðherra heilbrigðismála þar sem áherslan var á möguleikana því að efla geðheilbrigðisþjónustu á Austurlandi. Við stóðum hér fyrir opnum fundi sorpmál í Múlaþingi þann 20. febrúar. Hann var sendur út í beinni útsendingu á vefnum og fólk gat fylgst með. Það voru þó nokkrar fyrirspurnir sem að bárust fyrir fundin sem að verkefnastjóri umhverfismála sá að svara á fundinum auk þess að hann fór svona yfir þá stöðu sem að kom upp þegar skipt var verktaka í sorpmálum og það er gaman að segja frá því að við erum komin nú á rétta braut með þennan málaflokk og allir byrjunar örðuleikar að baki. Það náðist stór áfangi þegar að undirritaður var kaupsamningur milli annars vegar Múlaþings og Hefveitna og hins vegar Rarik að Hefveitur taki við rekstri fjarmvarmaveitu á Seyðisfirði og þar með var eitt þeirri óvissu sem hefur ríkt í málaflokki húshitunar á svæðinu nokkuð tíma. Nú það hefur nokkuð borið á umræðu nýtt innviðagjald á farþega skemmtiferðaskipa en þessi mál voru til umræðu bæði á fundi sem sveitarstjóri sótti á vegum Cruise Iceland í Reykjavík þar sem stóru skipafélögin sem sigla til Íslands komu saman á fundi til að viðra áhyggjur sínar á málinu við bæjar og sveitarstjóra þeirra sveitarfélaga sem eiga hagsmuna að gæta. Og málið var svo tekið aftur upp þegar að Cruise Iceland hélt stjórnarfund sinn á Egilsstöðum 7. mars en þá var boðað til samtalsins sveitarstjórnarfulltrúum og aðilum í ferðaþjónustu til að fara yfir hvaða afleiðingar óbreytt staða getur haft á umræddar hafnir. Málið hefur verið rætt við ráðherra ferðamála og við vonumst til þess að gjaldið verði endurskoðað og það allavega innleitt í skrefum í samráði við hagaðila. Í kjördæmavikunni þá komu 3 stjórnmálaflokkar í heimsókn á sveitarstjórnarskrifstofuna, það voru Samfylking, Miðflokkur og Viðreisn og átti sveitarstjóri ásamt oddvitum kjörin og fulltrúa samtöl við þessa flokka þau málefni sem okkur eru efst í huga. Þá langar mig að fá hérna áður ég hætti að hrósa leikfélagi Menntaskólans á Egilsstöðum fyrir metnaðarfulla og glæsilega uppsetningu á barnaleikritinu Gosa nú nýverið og það er alveg ljóst að framtíðin í listalífi Austfirðinga er björt. Nú framundan eru auðvitað fjölmörg verkefni og eins og kom hér fram á fundinum áðan er vinna við nýtt aðskipulag á fullu og því fylgja opnir fundir sem þarf að skipuleggja og halda. Stjórn SSA mun heimsækja Múlaþingi næstu viku og funda með byggðarráði. Þá mun einnig fara fram landsþing Sambands íslenskra sveitafélaga í Reykjavík í næstu viku og svo er aðalfundur Hefveitna framundan 27. mars, svona til að tæpa á nokkrum viðburðum sem eru framundan. En eins og fram hefur komið á þessum fundi þá er Björn Ingimarsson það bil að ljúka löngum og farsælum starfsferli hjá sveitafélaginu og mikil áskorun fyrir mig að reyna að fylla í sporin hans en ég heiti því að gera mitt besta og hlakka svo til að eiga með ykkur góða stund á eftir þar sem við kveðjum Björn og þökkum honum fyrir sitt framlag. Læt þetta duga sinni. Takk fyrir. Þá er liður 22 lagður hér fram til kynningar og forseti ætlar að slíta fundi úr pontu. Forseti vill í lokfundar færa Birni Ingimarsinni sem er ekki hér, nei hann er án staðar en þetta er til á upptöku. Björn Ingimarsson hefur verið sveitarstjóri hér í 15 ár og forseta finnst við hæfi að fyrir hönd sveitarstjórnar og fyrir hönd íbúa og fyrri sveitarstjórna þökkum honum kærlega fyrir samstarfið, hans mikilvæga framlag bæði inn í
sveitafélagi Fljótsdalshérað og líka inn í Múlaþing. Tek undir það sem hefur verið sagt hér hann fyrir í dag. Hann á mikið hrós skilið fyrir sitt framlag og hefur verið afskaplega góður til samstarfs og færi honum því þakkir hér í lok fundar og slít þessa fundi. Takk.